Já, Gunnar, 2-2 jafntefli gegn Kára. Svona þín fyrstu viðbrögð. Vonbrigði. Mér fannst við vera ofan á í þegar við erum konur í 2-1 stöðuna og finnst við bara klaufar á að missa leikinn í rétt. Seinni hálfleikurinn byrjaði mjög hratt, svöruðu vel. Hvað breyttist? Ég veit ekki, ég held að menn hafa bara fengið svolítið sjokka að fá markið á sig eftir hornspyrnu þar sem við erum töluvert hávaxnara lið heldur en Kári, þannig að þetta var ekki eftir bókinni og mér fannst við bregðast mjög vel við því, skorum 2 mörk og algjörlega komnir ofan á í leiknum. En svo gerum við bara óþarfa mistök í jöfnunarmarkinu og lengi að skila okkur tilbaka. Bjarni Þór og Egill Otti, gott samspil. Hvað gefa þeir ykkur? Ja, bara helling. Það er hellingur af mörkum í sóknarlínunni okkar og við höfum engar áhyggjur af því, en við þurfum að þétta raðarna betur og spila öflugri varnarleik almennt. Við höfum fengið alltaf mörk á okkur í sumar. Það var vafaatriði í lok leiks þar sem að Káramenn kölluðu eftir víti. Hver er þín svona viðbrögð á þessu? Ég sá þetta ekki almennilega, en ég hugsa ég hefði viljað víti þarna. Síðan er næsti leikur, það er útileikur gegn Hvíta Riddaranum. Hvernig svona leggst það í ykkur? Ja, heimaleikur. Er það heimaleikur gegn Hvíta Riddaranum? Riddaranum? Já, verður heima. Bara vel. Hvíti Riddarinn er orkumikið lið og við þurfum bara mæta þeim og taka vel á móti þeim hérna í gráin. Já, takk fyrir. Takk fyrir.